300 til 400 hermenn dvelja á varnarsvæðinu í Reykjanesbæ. Framkvæmt hefur verið fyrir 20 milljarða króna á svæðinu undanfarin misseri. Kona sem var fyrir lífshættulegri líkamsárás af hendi fyrrum sambýlismanns síns í október segir lögreglu hafa brugðist. Nálgunarbanni var hafnað nokkrum klukkustundum fyrir árásina en maðurinn ofsótti hana mánuðum saman. Framtíð Sýrlands í algjöru óvissu þótt leiðtogi uppreisnarmanna gefi fögur fyrirheit breytta tíma. Íbúar Damaskus þustu í dag í fangelsi borgarinnar í von að frelsa þaðan ástvini sem máttu þola grimmilega meðferð. Formaður Flokks fólksins segir að alltaf þurfi að mætast á miðri leið þegar 3 flokkar taki að sér að mynda ríkisstjórn. Miklir vatnavextir hafa verið í ám landsins undanfarna daga. Strengur sem flytur rafmagn í Mýrdal rofnaði í miklum vatnsflaumi í Skógá og í Hrafnsá við Skagaströnd fór ljósleiðari í sundur. Gott kvöld. Heilmikil uppbygging hernaðarmannvirkja fyrir tugi milljarða hefur farið fram á varnarsvæðinu í Keflavík síðustu misserin. Þar hafa meðal annars risið nýjar blokkir fyrir hermenn. Utanríkisráðherra segir brýnt að Ísland taki öryggis- og varnarmál fastar í tökum í ljósi ástandsins í álfunni. Hér í Helguvík stendur til að gera 400 metra langan viðlegukant. Kanturinn gerður svo að stærstu herskip NATO geti lagst hér að. Þá verða eldsneytistankar stækkaðir svo þeir geti rúmað 25 milljónir lítra. NATO kostar framkvæmdina sem nemur 5 milljörðum króna. Og þetta eru ekki einu framkvæmdirnar. Þær eru fjölmargar og hlaupa á tugum milljarða í heildina. Að mestu eru þær kostar af NATO en íslenska ríkið tekur þátt að hluta. Þegar hafa verið reist ný fjölbýlishús fyrir hermenn innan varnarsvæðisins og nú dvelja 300 til 400 hermenn á varnarsvæðinu á hverjum tíma. Flughlöð hafa verið stækkuð umtalsvert og eins og sést á þessum myndum af þeirri framkvæmd nemur breidd hlaðsins 30 fólksbílaakreinum. Þá hafa verið byggðar birgðageymslur fyrir flugvallarbúnað og stjórnstöðvar fyrir kafbátaeftirlit. Einnig fyrirhuguð endurnýjun á þotugildrum á Keflavíkurflugvelli en það búnaður sem stöðvar orrustuþotur þegar þær lenda. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, utanríkisráðherra, segist hafa sinnt stórum verkefnum tengdum öryggis- og varnarmálum síðustu misserin. Ísland sem eyja í Atlantshafinu með aðild að NATO verði að taka öryggis- og varnarmál fastar í tökum. Staðsetning Íslands skiptir miklu máli. Ég held reyndar að á komandi kjörtímabili muni ýmislegt svona stórt gerast sem ytri aðstæður og ytri áhrif sem muni hafa mögulega verulega áhrif á Íslands samfélag. Til hvers ertu þar að vísa? Já, öryggis- og varnarmála og mögulega svona mikilla breytinga í alþjóðaviðskiptum með tillit til nýs forseta í Bandaríkjunum. Að það sem að gerast í álfunni okkar mjög alvarlegt og það ekki eingöngu bundið við allsherjarstríð í Úkraínu heldur líka ýmiss konar svona fjandsamlegar aðgerðir og fjölþáttaógnir í bandalagsríkjum. Þórdís gaf út vinnuplagg í varnarmálum rétt fyrir kosningar. Það var mjög mikið hjartans mál að koma því frá mér vegna þess að við höfum gert svo mikið undanfarin ár sem ég vildi geta skrifað út og birt. Í vinnuplagginu segir: Spenna fer vaxandi og ekki lengur hægt að útiloka hernaðarátök í heiminum sem haft geta meiri áhrif á Íslandi en nokkru sinni fyrr á lýðveldistímanum. Því miður virðast litlar líkur til þess að draga muni úr spennu á næstu árum. Þá segir einnig að þáttaka Íslands í starfi NATO hafi verið aukin til að mynda í höfuðstöðvum og herstjórnum, fastanefnd, alþjóðastarfsliði, yfirherstjórn, flotaherstjórn og svæðisherstjórn. Allt sé þetta gert til að gæta betur að varnarhagsmunum Íslands. Sérstök áhersla hefur lögð á öryggi og varnir á Norður-Atlantshafi og norðurslóðum og auka getu og viðbúnað bandalagsins á okkar nærsvæði. Þessum áherslum hefur verið fylgt eftir með nánara samstarfi og auknum stuðningi við aðgerðir, æfingar og eftirlit bandalagsríkja í nágrenni Íslands, sérstaklega í tengslum við viðbúnað flugherja og flota. Og nánar verður fjallað varnarmál og rætt við Þórdísi Kolbrúnu og Val Ingimundarson sagnfræðing í Silfrinu klukkan 9 í kvöld. Og þar verður líka fjallað stjórnarmyndunarviðræður.
Kona sem var fyrir ofsóknum af hendi fyrrum sambýlismanns síns mánuðum saman segir engar raunverulegar lausnir til fyrir fólk í hennar stöðu, hvorki frá lögreglu né dómstólum. Ofbeldishegðun mannsins stigmagnaðist jafnt og þétt og endaði með lífshættulegri líkamsárás í haust. Samband Hafdísar Báru Óskarsdóttur og mannsins hófst fyrir áratug en á síðustu árum fór að halla undan fæti hjá manninum. Hann fór að beita Hafdísi miklu andlegu ofbeldi í formi skaphofsakasta, stjórnunar og sjúklegrar afbrýðisemi svo eitthvað sé nefnt. Ég var svo föst í alltaf í þessari von og ég held að sé opaslega margir sem festast í þessari von að verða einhver breyting. Þau bjuggu saman rétt utan við Vopnafjörð. Hafdísi tókst að slíta sambandinu en síðasta rúma árið hefur Hafdís þurft að þola miklar ofsóknir og eldirhellingu af hendi mannsins. Viðvörunarljósin voru rauðglóandi og maðurinn flutti í næsta hús við hana til að geta fylgst með öllum hennar ferðum, en Hafdís segist enga raunverulega hjálp hafa fengið og mætt skilningsleysi hjá lögreglunni. Í október réðst maðurinn á hana, reyndi að stinga hana í kviðinn með járnkarli og kirkja. Fyrir þann sama dag hafði kröfu nálgunarbann á mannin verið hafnað. Hann nær að hrinda mér í gólfið og fer svo bara, sest svona óna mig og setur svo bara kallinn hérna yfir hálsina með mér og þrýstir bara. Á því augnabliki það ég bara svona aðdett út og ég man, ég fer bara svona, hvítt og ég hugsaði með mig, ok, þetta að gerast. Það þýðir ekkert að berjast það. Maðurinn situr nú í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Saga Hafdísar þó miklu lengri og ljóst að margt fór úrskeiðis í kerfinu í aðdraganda árásarinnar. Nánar verður fjallað málið í Kastljósi í kvöld að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Enn tvísýnt hver framtíð Sýrlands verður nú þegar einræðisherranum Assad hefur verið steypt af stóli. Leiðtogi uppreisnarmanna herskár íslamisti en þó enn mögulegt að lýðræðisstjórn verði komið á fót í landinu. Bashar al-Assad var við völd frá árinu 2000 og faðir hans á undan honum frá 1971. Assad, þessi grimmi einræðisherra, virtist hafa algjört tangarhald á Sýrlandi en á aðeins örfáum dögum var honum steypt af stóli. Hvernig gat þetta gerst svona hratt? Já, svarið ósköp einfalt. Þetta gerðist ekkert svona hratt. Það hefur fjarað undan Assad svona hægt og rólega síðustu misseri og til þess að skilja hvers vegna best að líta á kort. Helsti bakhjarl Assads og stjórnarhers hans Rússland og Rússar eiga fullt í fangi með stríð sitt í Úkraínu. Klerkastjórnin í Íran hefur einnig stutt Assad en þeir hafa undanfarið verið uppteknari af Ísraelsmönnum og skærum við þá. Loks höfum við svo Hezbollah-samtökin í Líbanon sem stutt hafa Assad en þau jafnvel enn uppteknari við stríð sitt við Ísraela. Þessa veiku stöðu Assads nýttu uppreisnarmenn sér og það með glimrandi árangri. Leiftursóknin hófst 27. nóvember og aðeins 10 dögum síðar voru þeir búin að steypa Assad af stóli. En hverjir eru þessir uppreisnarmenn sem eru nú með tögl og haldir í Sýrlandi? Fremstur fer þessi maður hér, Abu Mohammed al-Julani, sem foringi Hayat Tahrir al-Sham samtakana eða HTS. Samtökin báru annað nafn þegar þau voru stofnuð, al-Nusra, og voru þá beintengd hinum alrændu Al-Qaida samtökum. En í dag heita þau HTS og al-Julani hefur reynt að breyta ímynd þeirra svo þau veki frekar traust en ótta. أرجو أن يتوجه كل من يحمل السلاح أن يتوجه إلى ثكنته وأن يلتزم بفرقته أو بكتيبته أو بلوائه ويخرج إلى المعسكرات. لا نقبل ولا نسمح على الإطلاق أن تبقى المظاهر المسلحة بهذا الشكل في الطرقات وضرب الرصاص وما إلى ذلك. Þetta góðs viti að leiðtogi uppreisnarmanna vilji fara sér hægt. Hver veit nema Sýrlendingar fái að velja framtíð landsins. Það þó enn óvíst og þangað til meira kemur í ljós verða fagnaðarlætin á götum sýrlenskra borga kannski blandin ótta framtíðina. Þó eru reyndar eflaust margir sem kannski hugsa, já, allt betra en Bashar al-Assad. 50 سنة من الظلم والإهانة والفقر وقطع الكهرباء والمي وما رح زيد أكثر من هيك. الحمد لله بعد 50 سنة قدرنا نشيل عائلة الأسد من الحكم وإن شاء الله سوريا نحو الديمقراطية. Oddur, Sýrlendingar hafa nú væntanlega verið að venjast nýjum veruleika. Hvað hefur verið að gerast í dag?
Já, það einna markverðasta sem hefur gerst í Sýrlandi í dag að þúsundir Sýrlendinga hafa þurft í fangelsi landsins sem eru fjölmörg og allt land til þess að frelsa þaðan ástvini. Assad lét fangelsa tugi ef ekki 100.000 manna í stjórnartíð sinni og flestir Sýrlendinga í dag fóru í átt að Sednaya fangelsinu í höfuðborginni Damaskus til þess að frelsa þaðan ástvini. Þetta fangelsi alræmt. Amnesty International segja að þetta sé sláturhús fyrir fólk. Þarna var fólk tekið af lífi án dóms og laga og fólk mátti sæta gríðarlegum pyntingum og það jafnvel talað að fólk sé geymt í einhvers konar neðanjarðarbyrgjum og göngum undir þessari byggingu og Sýrlendingar hafa þurft þangað í dag í leit að ástvini. Það sem hefur líka verið að gerast undanfarna daga að Ísraelar hafa verið að gera árásir á Sýrland. Hverju beinast þær gegn og af hverju eru þeir að blanda sér í málið? Ísraelar hafa verið að gera árásir bæði í dag og í gær og þeir eru kannski ekkit endilega að blanda sér í stjórnmála ástandið sem slíkt en samkvæmt þeim sjálfum þá Ísrael að gera árásir á efnavopnaverksmiðjur í Sýrlandi af því að Assad lét framleiða efnavopn í sinni stjórnartíð og herinn segir að þetta sé til þess að koma í veg fyrir að þessi vopn endi í röngum höndum. Nú hafa milljónir Sýrlendinga flúið í stjórnartíð Assads. Ætlar þetta fólk aftur að snúa aftur heim? Það verður bara komið í ljós eins og segir þetta milljónir manna og staðan eru þetta bara ennþá að breytast með hverjum deginum. Flestir þeir sem hafa flúið, eða stór hluti að minnsta kosti flúið til nágrannaríkja, til Líbanons, til Tyrklands og við höfum þegar séð að þetta fólk komið að landamærunum á Sýrlandi í vonum að komast aftur til síns heima. Svo líka fólk sem flúði til annarra ríkja lengra í burtu, til dæmis til Íslands og það verður bara að koma í ljós hvort að þetta fólk sem þá hefur væntanlega skotið föstum rótum annar staðar, hvort að þessi tilbúið til að flytja aftur til Sýrlands og hvert ástandið verður það. Það er kannski hollt að muna hvaða ástand þetta fólk var að flýja á svona tíma. Hvers konar forseti Assad var og hvaða mann hann hefur enn að geyma í dag. Við skulum aðeins rifja upp forsetatíð Bashar al-Assad og það er rétt birta að vara við þeim myndum sem fylgja hér. Hér Bashar al-Assad árið 2000 við útför föður síns sem stýrði Sýrlandi með harðri hendi frá 1971. Nú var komið að honum, hálf fertugum augnlækninum að taka við. Hann erfði ríkið þar sem persónudýrkun á föður hans Hafez gegnsýrði samfélagið, en Bashar ungi naut ekki sömu hylli og varðan strax og hann tók við að taka þá úr leik sem eflaust leiðtogahæfni hans. Árið 2011 þegar ferskir vindar arabíska vorsins feyktu burt hverjum einræðisherranum á fætur öðrum fylgdist Assad Sýrlandsforseti áhyggjufullur með. Svona lagað ætlaði hann ekki að láta henda sig og barðist hann gegn friðsömum mótmælendum af hörku. Svo mikil var harkan að borgarastyrjöld blossaði upp þar sem sveitir uppreisnarmanna og stjórnarherra Assads slátruðu hver öðrum. Árið 2013 fylgdist heimsbyggðin agndofa með þegar þessar myndir frá Sýrlandi bárust af fórnarlömbum efnavopna árásar stjórnarhersins. Assad beitti saríngasi gegn eigin borgurum og börn jafnt sem fullorðnir hlutu kvalarfullan dauðdaga. Assad, sem áður var virkur þáttakandi á alþjóðasviðinu, var úthrópaður stríðsglæpamaður og settur út í kuldan, nema þá helst hjá Rússum og Írönum. Hér eru Assad og Putin Rússlandsforseti á góðri stundu árið 2016. Árið 2014 óx vígasamtökunum sem kenna sig við Íslamskt ríki ásmegin í Sýrlandi og í grannríkinu Írak. Bæði það og blóðug borgarastyrjöldin hrakti milljónir Sýrlendinga á flótta. 20 milljónir bjuggu í landinu fyrir borgarastyrjölduna og talið að ríflega helmingur hafi lagt á flótta, annarkvort innan landamæra Sýrlands eða til annarra landa. Hundruð þeirra settust að hér á landi. Síðustu ár hefur svo lítið frést af stríðinu í Sýrlandi, þótt að geisaði enn. Stjórnarherinn hafði yfirhöndina og svo virtist sem endir stríðsins væri í sjónmáli, sigur Assads. En sviptingar urðu seint í síðasta mánuði og Assad hrökklaðist frá völdum næstum aldarfjórðungi eftir að hann tók við af föður sínum. Hann fekk hæli í Rússlandi og flúði með fjölskyldu sína þangað. Formaður Flokks fólksins segir að myndun nýrrar ríkisstjórnar gangi vonum framar en að ekki sé tímabært að byrja að skrifa nýjan stjórnarsáttmála. Vinnuhópar verða að störfum á morgun. Verkefni þeirra að taka við þeim málum sem við höfum í rauninni verið að undirbúa fyrir þá og útfæra það betur. Inga segir að áhersla verði lögð á efnahagsmálin sem séu mjög umfangsmikil, heilbrigðismál og húsnæðismál. Hvar geta þínir kjósendur vænst þess að verði komið til móts við þá? Ég ætla nú ekki að fara að úttala mig um það á þessari stundu. Við erum náttúrulega bara ennþá í
stjórnarmyndunar umræðum og þetta kemur allt í ljós í fyllingu tímans. En nokkur hætta á að kjósendur Flokks fólksins verði fyrir vonbrigðum? Ef við værum öll samstíga alla hluti þá værum við bara einn flokkur, en við erum 3 flokkar og það liggur í hlutarnir eðli að alltaf þarf að mætast á miðri leið. Fækkun ráðuneyta hafi verið rædd en ekkert liggi fyrir hversu mörg þau verði. Inga segist ekki vita hvaða ráðuneyti komi í hennar hlut verði Flokkur fólksins hluti af nýrri ríkisstjórn. En hún voni að það verði þar sem hún komi sínu fólki að gagni. Óljóst sé hvort það takist að koma saman stjórn fyrir jól. Það þurfi að vanda sig. Við erum ekkert að flýta okkur, við flýtum okkur hægt en við gerum það örugglega, við erum að vanda okkur, við ætlum að gera það vel. Miklir vatnavextir urðu á Suðurlandi í nótt og flæddi yfir hringveginn á 2 stöðum. Skóá var mjög vatnsmikil og flæddi yfir bakka sína í dag. Víkurstrengur sem flytur rafmagn í Mýrdal hefur líklega rofnað undir vatnsflaumnum en þar voru miklar rafmagnstruflanir. Vegna vatnsmagnsins verða einhverjar tafir á að Rarik komist að strengnum til viðgerða, svo Mýrdalingar þurfa að reiða sig á varaafl í nokkra daga. Íbúar eru beðnir að fara sparlega með rafmagn á meðan. Og síma- og netsamband datt út á Skagaströnd í nótt. Forstjóri hjúkrunar á dvalarheimilinu segir alvarlegt hættuástand geta skapast þegar hvorki sjúkrabíll né lögregla eru á staðnum. Míla tilkynnti í morgun fjarskiptabilun á Skagaströnd þar sem síma, net og tetrasamband lá að mestuleyti niðri í bænum eftir að ljósleiðari hafði rofnað í á skammt utan við bæinn. Viðgerðartímið var áætlaður 8 klukkustundir en vinnan gekk vonum framar og upp úr hádegi var allt samband komið á að nýju. Við vorum bara í svarta myrkri hérna fyrst þegar vorum að byrja að leita þessu og reyna að finna út hvað hafi komið fyrir. Og svo hefur þetta bara gengið koll að kolli, við erum að gera þetta nokkur sinnum Svokölluð eintenging ljósleiðara að Skagaströnd sem þýðir að engin hringtenging til staðar Skaga. Íbúar þurfa því að reiða sig á þessa einu tengingu með nær öll fjarskipti. Það vantar þar upp á 9,3 km spotta þar sem það er að tengja saman ljósleiðara þannig að þetta fara það með ljósi hinnalegin ef eitthvað fer úr skorðum. Halldór segir þetta aðra fjarskiptabilunin á nokkuð skömmum tíma. Mikilvægt sé að klára hringtengingu áður en frekara hættu ástand skapist en fram að því þurfa að huga að viðbragðsáætlun. Undir það tekur starfsfólk hjúkrunarheimilisins Sæborgar eftir liðna nótt. Hér á Sæborg erum við með bjöllukerfi sem byggir á 4G-tækni og Wi-Fi. Þannig að engin íbúi hér gat hringt eftir aðstoð. En það myndaðist stór hættulegt ástand í fyrra þegar þetta gerðist. Það var stór slys daginn eftir. Það hefði farið mjög illa ef það hefði gerst sama dag þá hefði ekki verið hægt að hringja aðstoð. Og á Skagaströnd þá erum við ekki með sjúkrabíl á staðnum og það eru vettvangsliðar sem reiða sig á að fá SMS eða hringt á sjúkrabíl og þannig að já, þetta bara grafalvarleg staða. Íbúar í Ölfusi höfnuðu áformum mölunarverksmiðju Heidelberg í Þorlákshöfn í íbúakosningu sem lauk í dag. Fyrirtæki stemdi á efnistöku af hafsbotni úti fyrir landeyjum en áformin hafa mætt andstöðu vegna áhrifa á umhverfið og fiskistofna. Meðal þeirra sem hafa sett sig upp á móti verksmiðjunni fyrirtæki First Water. Það stefnir á uppbyggingu landeldis fyrir 100 milljarða á næstu lóð. Kosning hefur staðið síðustu 2 vikur en kjörstað var lokað klukkan 4 í dag. Já, 374, nei, 924, þeir 8, 3 rótgildir og 1 hlaðar. Takk fyrir. Alexander Kristjánsson, þú fylgdist með fundinum. Hvernig hljóðið í íbúum? Já, þetta var nokkuð afgerandi hér í Ölfusi. Ríflega 70% þeirra sem tóku þátt í kosningunni greiddu atkvæði gegn þessum áformum. Þú spyr hvernig hljóðið í fólki. Það er kannski nærtækast að spyrja Hrönn Guðmundsdóttur. Hún oddviti B-listans hér í sveitarstjórn. Hrönn, þú lítur að vera ánægð með niðurstöðuna. Já, ég afskaplega ánægð með þetta. Þetta mjög afgerandi kosning og afgerandi niðurstaða segi og þannig ég mjög sátt við þessa niðurstöðu. Hvað heldur að hafa vegið þyngst í þessari ákvörðun? Sko, okkur fannst bara þeir sem voru á móti þessu, eða sem sagt, okkur fannst bara ekki nálægt í allt komið í ljós, þetta var ennþá svolítið loðið
Og svo var þessi staðsetning ekki hentug vegna þess að þarna eru matvælaframleiðsla, fiskeldi sem að byggja með gríða mikið áform sem að okkur finnst ekki henta eða passa saman. Þarna á byggja höfn sem að við sjáum ekki alveg fyrir okkur að það geti gengið eftir. Og þannig það er margt svona sem að var ekki tímum best að. Eru þessi áform núna úr sögunni eða hvað tekur við? Það er ekki víst að þau séu endilega alveg úr sögunni, ég veit ekki alveg hvað er næsta skref, allavega er búið að kjósa þessa staðsetningu út, svo veit maður ekki hvernig næsta skref, hvort það hyggjast á einhverja aðra staðsetningu og þá bara hefst ferli upp á nýtt ef það verður. Það er bara tími þarf aðeins að leiða það í ljós. Með það sjáangasettur í Ölfusi en þetta var í það minnsta afgerandi niðurstaða hér í kvöld. Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Veglegur snjókarl hefur notið mikilla vinsælda meðal ferðamanna í bænum Harbin í Kína. Snjókarlinn er hvorki meira en minna en 20 metra hár og gerðar úr meira en 4000 rúmmetrum af snjó. Til stendur að koma upp 260 öðrum íslistaverkum í bænum í vetur sem eiga að tákna mismunandi menningu í heiminum. Þetta verður forleikur að Asíu vetrarleikunum sem fara fram í febrúar. Ferðamenn hafa látið mynda sig með þessum stóra karli, en það er ekki algengt að finna snjókarla af þessari stærðargráðu. Og þá að veðri og mögulegri snjókarlagerð. Suðvestan hvassviðri eða stormur á Norðurlandi fram á nótt. Dregur úr vindi á morgun og kólnar. Suðvestan 5 til 13 metrar á sekúndu síðdegis en hægari syðra. Él fram eftir degi vestanvert landið, annars bjart. Hiti verður eða undir frostmarki og það er Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir yfir horfu næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Heimsmeistaramótið í 25 metra laug í sundi hefst í Búdapest í fyrramálið. Ísland hefur ekki sent eins marga keppendur til leiks í 8 ár. Evrópumótið í handbolta hélt áfram að rúlla og hægt og rólega er að skýrast hvaða lið leika til undanúrslita. Og við ræðum við helsta Formúlu 1 sérfræðing landsins en sögulegu tímabili lauk í gær. Ekki fara langt, íþróttir hér eftir skamma stund. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 300 til 400 hermenn dvelja á varnarsvæðinu í Reykjanesbæ. Framkvæmt hefur verið fyrir 10 milljarða króna á svæðinu undanfarin misseri. Kona sem varð fyrir lífshættulegri líkamsárás af hendi fyrrum sambýlismanns síns í október segir lögreglu hafa brugðist. Nálgunarbanni var hafnað nokkrum klukkustundum fyrir árásina en maðurinn ofsótti hana mánuðum saman. Framtíð Sýrlands er í algjöru óvissu þótt leiðtogi uppreisnarmanna gefi fögur fyrirheit breytta tíma. Íbúar Damaskus þustu í dag í fangelsi borgarinnar í vonum að frelsa þaðan ástvini sem máttu þola grimmilega meðferð. Formaður Flokks fólksins segir að alltaf þurfi að mætast á miðri leið þegar 3 flokkar taki að sér að mynda ríkisstjórn. Miklir vatnavextir hafa verið í ám landsins undanfarna daga. Strengur sem flytur rafmagn í Mýrdal rofnaði í miklum vatnsflaumi í Skógá og í Hrafnsá við Skagaströnd fór ljósleiðar í sundur. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum, veðri, kastljósi og silfri. Næsti fréttir í útvarpi sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttirnar má auðvitað alltaf finna á ruv.is. Og svo minnum við á það er að senda okkur ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl.